Já, eins og ég sagði áðan, þá mikill hiti á Reykjanesinu núna og menn að berjast með stórvirkar vinnuvélar og kæla hraun og reyna að koma í veg fyrir hraunrennsli sem að rennur í átt að Svartsengi sem við hliðina á Bláa lóninu. Þetta sviðsmynd sem að, hefur verið spáð að gæti gerst en við vorum að vona að svo færi ekki. En þetta virðist vera alltaf fara á versta veg og þetta bara áframhaldandi ástand af því sem búið að vera að gerast síðustu 4 ár eða eitthvað svoleiðis. En það áhugaverð frétt á nútímanum núna sem var birt í gær. Nútíminn.is birti þetta. Stærstu lífeyrissjóðir landsins keyptu í Bláa lóninu eftir að jarðhræringar hófust. Þeir eyddu 4.000 milljónum í miðju eldgosi í Bláa lónið sem fyrirtæki sem að gæti rambað á barmi gjaldþrots ef að allt fer á versta veg og lífeyrissjóðirnir eru eign okkar allra, eða allir Íslendingar þurfa að greiða í lífeyrissjóði og þessi lífeyrissjóði sem þarna getur eru 100.000 sem Íslendingar sem að búa að baki þessum sjóðum og þetta nú sláandi frétt. Ég ætla bara að renna aðeins yfir hana hérna fyrir ykkur. 14 stærstu lífeyrissjóður landsins eyddu tæplega 4.000 milljónum af almannafé í að kaupa 6,2% hlut í Bláa lóninu þrátt fyrir að gríðarleg óvissa ríkti framhald Svartsengis í ljósi landriss á svæðinu og eldgos í Fagradalsfjalli. Kaupin gengu í gegn á sama tíma og eldgosið í Fagradalsfjalli stóð yfir og í raun hófst kaupferlið þegar gosið stóð sem hæst eða í júní árið 2021. Hugsið ykkur það. Fjölmiðlar fengu hins vegar ekki veður af umræddum viðskiptum fyrr en í byrjun september sama ár en þá var gerst fyrst greint frá fyrirhugaðri milljarða fjárfestingu Blávarma sem félag lífeyrissjóðanna. Eldgosið í Fagradalsfjalli sem hófst þann 19. mars sama ár lauk hins vegar ekki fyrr en 18. september. Fara aðeins inn í fréttin aftur. Svo linkin hérna í byrjun september. Fjölmiðlar fengu ekki veður þessu. Það var vissulega greint frá þessum kaupum. Sigurður selur allt, hann seldi öll bréfin sín í Bláa lóninu til lífeyrissjóða fyrir nærri 4 milljarða þarna. 7. september 2021 greint frá þessu. Og eldgosið var í gangi og það ekkert fjallað það í fréttinni að þetta hafi kannski verið slæm kaup hjá lífeyrissjóðunum á þessum tíma. En vissulega var raun og veru enginn að pæla í því að Bláa lónið geti farið þarna undir nema kannski eigendurnir. Auðvitað þú átt Bláa lónið á þessum tíma, það byrjar gos þarna, þá hugsaðu, það væri gott að losna við þetta núna. Við getum ekki fengið bara einhverja sjóði almennings til að kaupa þetta mér. Fáum bara lífeyrissjóðana til að taka þetta yfir. Það líka bara þvílík tímasending hjá honum. Bæði gosið og túrismin að hrynja. Algjörlega. Og svo eins og segir hérna í fréttinni, samkvæmt áreiðanlegum heimildum nútímans höfðu forsvarsmenn Bláa lónsins fundað með fremstu vísindamönnum landsins vegna þeirrar óvissu sem ríkti á svæðinu í kjölfar skyndilegs landriss vestan við fjallið Þorbjörn sem rétt hjá Bláa lóninu. Þessir fundir áttu sér stað í byrjun árs 2020, rúmlega 1,5 ári áður en Blávarmi, félagið sem 14 lífeyrissjóðir eiga, keypti 6,2% hlut Sigurðar Arngrímssonar fjárfestis. Þetta náttúrulega með ævintýralegum ólíkindum. Ekki var neina bruna útsölu að ræða því að lífeyrissjóðinni borguðu yfirverð fyrir bréfin. Það þýðir á mannamáli að þessi 14 lífeyrissjóðir greiddu meira en virði bréfanna var talið á þeim tíma. Í umræddu verðmæti sem lífeyrissjóðinni sjálfur létu gera í gegnum félag sitt Blávarma var hvergi tekið til greina það mikla óvissu ástand sem þá svo sannarlega ríkti á Reykjanesskaganum. Þetta með ævintýralegum ólíkindum. Og Blávarmi, félag lífeyrissjóðanna sem var að kaupa hérna eitthvað sem getur bara farið undir raun bara hvaða dag sem núna. Þau fengu ekkert í multimilljarða gróðra maskínunni sem Blue Lagoon Skincare EHF. Það annar rekstur sem selur öll kremin og snirtuvörurnar út allan heim og svona undir merkjum Bláa lónsins. Lífeyrissjóðirnir voru ekki að kaupa neitt hlut í því. Eigandi þess áfram Grímur Sæmundsen. En þennan Grím þekkja flestir enda var hann lengi vel stærsti eigandi Bláa lónsins. En hvað þýðir það? Jú, sá eini sem getur staðið í verðmætasköpun og skilað hagnaði á þessum fordæmalausu tímum Grímur Sæmundsen og félagi hans Blue Lagoon Skincare EHF. Á meðan tapar hinn rekstrareiningin sem heitir Bláa lónið Svartsengi EHF og heldur utan rekstur lónsins gríðarlegum fjármunum á hverjum degi. Þetta nú ofan í allt rugli sem maður heyrir alltaf við og við sem ríkir í stjórnum þessara lífeyrissjóða og fólki sem vélar þar með fjármuni almennings virðist ekki vera með heila hugsun þegar það kemur að því að fjárfesta
fyrir peningin okkar, ég greiði hérna í lífeyrissjóð Verslunarmanna sem í þessum hópi, LSR hérna sko mjög stór aðili, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, í þeim lífeyrissjóði áttu 80.000 rúmlega einstaklingar réttindi árið 2023 og á vefsíðu LSR kemur fram að sjóðurinn hafi mikilvægu hlutverki og skildum að gegna sem ábyrgur fjárfestir. Það fullyrðing auðvitað sem að stenst enga skoðun þegar það skoðað þegar þessi viðskipti á umræddum hlutabréfum Bláa lóninu eru skoðuð. Þetta hreint ótrúlegt. Samkvæmt upplýsingum nútímans voru haldnir fundir reglulega með öllum rekstraraðilum fyrirtækja á svæðinu, þar á meðal forsvarsmönnum Bláa lónsins. Fyrsti slíki fundurinn var haldinn í byrjun árs 2020 og hafa þeir verið haldnir reglulega síðan þá, eða í rúm 4,5 ár. Þrátt fyrir þær upplýsingar sem lágu fyrir, eða öllu heldur þrátt fyrir þær sviðsmyndir sem teiknaðar voru upp á þessum fundum, mat Blávarmi, félag lífeyrissjóðanna, fyrir hönd lífeyrissjóðanna, að umrædd fjárfesting væri góð fjárfesting. Sérfræðingar í áhættu fjárfestingum segja hins vegar að umrædd ákvörðun hafi verið galin og rúmlega það, eða eins og einn komst á orði, það að eyða 4.000 milljónum á almannafé til að kaupa út einstakling úr hluthafahópi Bláa lónsins á sama tíma og eldgosi stóð yfir í næsta nágrenni mögulega ein heimskulegasta fjárfesting sem ég hef heyrt af á Íslandi. Það raun bara tvennt sem kemur til greina ef reyna að útskýra þennan viðskiptagjörning. Annarkvort að ræða forkastanleg vinnubrögð sem jaðra við viðvaningshátt eða þarna hafi annarlegir hvatar stýrt ákvarðanatöku þeirra sem fara fyrir Blávarma. Þetta er hreint útsatt ótrúlegt og nútíminn sendir hérna spurningar á forsvarskonu Blávarma, Soffíu Gunnarsdóttur, sem stjórnarformaður félagsins, þar sem hún spurð nokkra spurningar sem að mér skilst að enn hafi ekki verið svarað. En þetta er hreint ótrúlegt þegar að segja hérna í lokin nýjustu dæmin gríðastór töp lífeyrissjóðanna eru til dæmis fjárfestingar í fyrirtækjum á borðu United Silicon í Helguvík og fjárfestingar í gjaldmiðlasamningum. Til þess að lesendur nútímans átti sig á umfangi taps lífeyrissjóðanna þá greindi Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, að íslensku lífeyrissjóðanir hafi tapað 815 milljörðum árið 2022 á einu ári. Á meðan sitja stjórnendur þessara lífeyrissjóða sem fastast, enginn tekur ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut í rekstri sjóðana og eftir sitja tilvonandi og núverandi lífeyrisþegar með sárt ennið. Framkvæmdastjórar sjóðana eru með launahæsta fólki í landsins sem væri svo sem í lagi eða myndi einhvern tímann axla ábyrgð á einhverjum sköpuðum hlut. Þetta sláandi, hreint út sagt og reyndar merkilegt að aðrir fjölmiðlar skuli ekki vera fjallum þetta líka því að þetta sko samhengið sem að hlutinir eru settir í þarna hefur aldrei áður komið fram og þó að það hefur verið greint frá þessu sínum tíma í september 21 að þessi kaup á þessi stað, þá var enginn sem að lyfti litla fingri eða spurði spurningabutu, er þetta skynsamlegt? Ég hef alltaf haldið að lífeyrissjóðunni væri bara svo með allt upp á 10 og fara vel með peningana okkar og þetta er sláandi sko. Já, þetta er nýjar fréttir algjörlega, aldrei hefði mér dottið þetta í hug, en þetta er einhvern veginn, þetta klassíska að þú veist, þegar þú ert að sýsla með peninga sem þú átt ekki sjálfur, að þá er sko ábyrðinni einhvern veginn lítið fyrir að fara